Páll, hver tilfinningin eftir að endur komið sigur gegn Þór Þórðarson? Það bara léttir að hafa unnið en ekki ósvipað síðasta leika þá var alveg tilefni til þess að hafa einhverja áhyggjur af stöðu mála og þannig að alltaf mikilvægst að vinna og sérstaklega fyrir liðum svo okkur að við þurfum að ná í sigra fyrst og fremst en við þurfum líka að átta okkur á því að ef við viljum láta taka okkur alvarlega þá þurfum við að fara að byrja að skapa einhvers konar mynd á það sem við erum að gera og mér finnst við ekki alveg verið komnir nógu langt í því. En hins vegar náttúrulega mjög jákvætt að hafa unnið báða þessa fyrstu 2 leiki með herkjum. Það merki eitthvað. Þegar eins og upplifið mín þegar þið komið tilbaka í rauninni byrjar þetta í lok 3. leikluta þá byrja þeir aðeins að tapa boltanum eða þið að þvinga og að tapa boltanum. Líður þér eins og að endurkoman hafi byrjað þá líka? Já, vissulega. Allar endurkoma að byrja á því að herða aðeins vörnina. Þú gerir það ekki án þess. Þannig að það gerist oft þegar liðið komið baki upp við vegg og á 1 séns eftir að þá byrja að minna að skamma sín aðeins og setja rassinn lengra niður og spila vörn. Svo ef við fylgjum því eftir með nokkrum körrum í sóknina þá áttu langlega að koma tilbaka og svo var mjög gott hjá okkur að þegar við komum tilbaka og jöfnum leikinn að við heldum áfram. Þannig að það var gott. Ágúst nefnir mig í viðtali að þú hafi svolítið tekið yfir rauninni 1 leiklið þar sem að þú hraunar í liðið í heild og kveikir í því. Getur eitthvað að sjáðu það? Hvað segir þar? Nei, ég held það hafi nú ekki verið neitt hraun. Stundum það bara aðeins að hækka róminn til þess að menn vakni. En það var ekki hraun held ég. Ég held að ef hann heldur að þetta sé hraun þá á hann eftir að sjá eitthvað verra en þetta. En stundum bara kraft, aðeins meiri kraft og stundum duga bara aðeins að öskra og aðeins að vekja mann. En þetta var ekkert merkilegt getið sagt þér. Hvernig svo líst þér á framhaldið bara 1 leikur í einu eða hvað? Ekki spurning, ég meina svona ólíkt öðrum liðum sem eru svona sterkari en við á þessum tímapunkti að þá geta þau kannski hugsanlega verið að einbeita sér meira því að spila sig saman og ná í sigra og því að vera bara með góð lið. Við þurfum hins vegar að vinna leiki og við þurfum að leggja ykkur fram við það en ég vil alls ekki setja alla okkar einbeitingu og allan okkar fókus á það að reyna að vinna og byrja að hugsa eins meira framtíðina og hvað við verðum eftir árum og hvað við verðum þegar úrslitakeppnin byrjar ef við erum í henni. Þannig að þetta mun skipta litla máli ef liðið tekur engum framförum. Þannig að við bara höldum á það.